Með krafti Guðs losnuðu Ísraelsmenn úr 430 ára þrældómi í Egyptalandi og héldu til Kanaan. Hins vegar gleymdu Ísraelsmenn náð Guðs sem leysti þá úr ánauð. Af hverju hefur þú leitt okkur út úr Egyptalandi í þessa eyðimörk? Fólkið sem kvartaði var bitið af eitrinu snákum og lést. Drottinn sagði við Móse: Gerðu höggorm og settu hann á stöng. Sérhver sem hefur verið bitinn skal horfa til hans og halda lífi. Var það snáki sem bjargaði þeim? Nei. Guð bjargaði þeim með orðum sínum. Sérhver sem hefur verið bitinn skal horfa til hans og halda lífi. Engu að síður dýrkuðu Ísraelsmenn snákið í 100 ára og héldu að hann hefði dularfullan mátt. Þegar Hiskía konungur braut snákið í sundur, hrósaði Guð honum og lét hann ná árangri í öllu sem hann tók sér fyrir hendur. Hvers vegna hrósaði Guð Hiskía fyrir að hafa brotið snákið í sundur? Það er vegna þess að sá sem dýrkar skurðgoð mun tortímast. Saga dýrkunar snákið var spádómur að kirkjur myndu reisa krossinn og verða eyðilagðar. Og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn. Það var ekki krossinn sem frelsaði okkur, heldur Jesús. Í dag virða kirkjur krossinn, rétt eins og Ísraelsmenn virtu snákið. Krossinn er ekkert annað en viður, rétt eins og snákurinn er ekkert annað en brons. Kirkjur sem reisa krossinn verða eyðilagðar. Fólkið mitt, forðið yður úr borginni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Vinsamlegast farið fljótt út úr kirkjunum sem hafa reist krossinn.